Hringi Björn. Ha? Já. Okay. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Biðjum, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen.
Hærra minn Guð til þín, hærra til þín, enda þótt öll sé kross upp hefðin mín, hljóma skal harpan mín, hærra minn Guð til þín, hærra minn Guð til þín, hærra til þín. Svo vanda sýndu þá sólstigans braut upp í þitt eilífa alföðurskaut. Hljómi svo harpan mín, hærra minn Guð til þín, hærra minn Guð til þín, hærra til þín. Lyfti mér langt í hæð lukkunnar hjól, hátt yfir stund og staf, stjörnur og sól. Hljómi samt harpan mín, hærra minn Guð til þín, hærra minn Guð til þín, hærra til þín. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Og í opinberunarbókinni er þessa stórkostlegu framtíðarsýn að finna. Ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldar í sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerra burt aldrei nær að græða grund. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Vinsamlegast rísið á fætur þið sem treystið ykkur til og heyrið heilagt Guðspjall. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Matteus. Þegar hann sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kenndi þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbittnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Verið glaðir og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall, lof sé þér Kristur.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Þökk sé þessu lífi, hve það var mér örlátt, að því hlaut ég hjarta, hrærist að rótum, ég sé hvern ávöxt, ylur hugsun mannsins, og allt sem gott svo víðsfjarri því vonda, lít ég í þín augu undur skæru. Þökk sé þessu lífi, hve það var mér örlátt, hlaut ég að þig hlátur, hlaut ég einnig trega, til að greint ég gæti gleðina frá harmi. Þetta tvennt sem elur alla mína söngva, og söngvar mínir eru ykkar söngvar, og söngvar allra eru sömu söngvar. Þökk sé þessu lífi.
Í orðskviðunum, einum spekirita Gamla testamentisins, þessi orð að finna. Þar segir, gott mannorð dýrmætara en mikill auður, vinsældir eru betri en silfur og gull. Það að mínum dómi við hæfi að henda þessa speki á lofti nú þegar við kveðjum Lilju Dóru Kolbeinsdóttur, því þegar hennar minnst þá eitt það fyrsta sem nefnt óbrigðull vinskapur hennar og áræðanleiki í einu og öllu. Orðspor hennar var einstakt, það var eins og hvert sem hún færi og hún fór víða sína daga. Yrðu á vegi hennar manneskjur sem hún snerti með einhverjum hætti þannig að úr urðu hlýjar og góðar minningar. Við andlát hennar berast samúðar og saknaðar kveðjur hvaðanæva úr heiminum, meðal annars Singapúr, Mósambík, Úganda, Finnlandi og Danmörku. Lilja Dóra átti öflugan vinkvennahóp sem stóð þétt saman og alltaf mátti treysta á Lilju að gefa góð ráð. En það var engin tilviljun að Lilju hélst svona vel á vinum. Hún ræktaði vini sína og sinnti þeim, jafnvel þótt höf og álfur skildu að. Hluti af jólahaldi vinkvennanna var að fara til móður Lilju og sækja jólagjafirnar frá henni sem hún hafði ýmist sent eða útvegað með öðrum hætti frá Afríku þar sem hún var búsett. Og jafnvel gat verið von á símtali frá Mósambík þar sem Lilja ráðlaði vinkonum það hvaða sumarnámskeið heima á Íslandi myndu henta börnum þeirra. Hún var menningarlega sinnuð og var dugleg að mæla með bókum og leiksýningum fyrir vinkonurnar og var óspör á hrós og hvatningu. Enda var ævinlega hátíð þegar Lilja kom til landsins. Þá var slegið upp veislu og gaman að fylgjast með Lilju og Nelson, manni hennar, í eldhúsinu. Bæði afbragðskokkar sem töfruðu fram hverja ljúffenga og framandi máltíðin af annari af fullkomnu áreynsluleysi eins og í velæfðum dansi. En í þessu samhengi líka vert að gefa gaum að orðinu vinsæld og velta fyrir sér merkingu þess og uppruna. Síðari hluti þess orðið sæll. Sá sem vinsæll því sæll að vinum. Og það má svo sannarlega segja Lilju Dóru að hún hafi verið afar rík og sæl að vinum, bæði æskuvinum að heiman og samstarfsfólki í gegnum tíðina þar sem jafnan mynduðust sterk vinatengsl. Lilja Dóra var guðmóðir og tók það hlutverk alvarlega og samband hennar við bróður sinn og hans börn sem búsett í Noregi var líka innilegt og einstakt. Hún var náin bróðurbörnum sínum sem þótti afar vænt hana. Lilja Dóra Kolbeinsdóttir fæddist á Akureyri 20. júní 1972. Dóttir hjónanna Kolbeins Gunnarssonar sem nú látin og Sjafnar Gunnarsdóttur sem lifir dóttur sína. Bróðir Lilju Gunnar Kolbeinsson, fæddur 1967. Hann kvæntur Gretu Sövík og eiga þau 4 börn. Lilja Dóra ólst upp í Hafnarfirði, gekk lengst af í Öldutúnsskóla, en eftir að grunnskóla lauk hóf hún nám við Kvennaskólann í Reykjavík þaðan sem hún lauk stúdentsprófi árið 1992. Lilja Dóra var strax í æsku ákveðin og sterkur persónuleiki. Hún var bráðþroska og hávaxin og leið því fyrir að vera gjarnan talin eldri en hún var. Hún var alla tíð föst fyrir í skoðunum og erfitt að hnika þeim til. Hún æfði líka sund og hefði haft alla burði til að verða afreksmanneskja á því sviði hefði ástríða hennar staðið til þess og hún fengi nægilegan stuðning. Eftir stúdentspróf lá leiðin til Montpellier í Suður Frakklandi þar sem hún stundaði nám í frönsku og Lilja hélt áfram að mennta sig. Hún lauk kennaraprófi frá Det Nødvendige Seminarium í Danmörku árið 1998 og síðan MA-prófi í menntunar- og þróunarfræðum frá University of East Anglia í Bretlandi árið 2003. Árið 2010 lauk hún síðan loks námi í verkefnastjórnun og leiðtogafærni við Endurmenntun Háskóla Íslands. Námið í Danmörku tengdist þróunarstarfi í Afríku og árið 1996 fluttist Lilja Dóra til Angóla þar sem hún var kennari og verkefnastjóri við uppbyggingu menntamála og landsbyggðarþróunar. Upp frá því var Afríka hennar megin starfsvettvangur með stuttum hléum. Fyrst Úganda, þá Mósambík og loks Malaví, þar sem hún starfaði fyrst fyrir Þróunarsamvinnustofnun Íslands
og síðar utanríkisráðuneytið undir lokin sem forstöðumaður sendiráðsins. Árið 2003 var Lilja Dóra virk í starfi samtakana Afríka 2020 og tóku vinkonur hennar eftir því að það leyti fór að bera á áhuga hjá henni á tedrykkju og eignaðist hún í gegnum samtökin vin sem deildi þessu áhugamáli. Þetta kom vinkonum hennar spánst fyrir sjónir enda vissu þeir ekki til þess að Lilja hefði nokkuð tíma verið sérstök áhuga manneskja te. Enda fór svo að hún viðurkenndi loks fyrir þeim að þessi vinur hennar, Nelson Vasta Silva, væri kannski svolítið meira en bara vinur. Auk tes mun hnetusmjörskjúklingur hafa komið við sögu í tilhugalífi þeirra, en þau elduðu bæði sama réttin fyrir boð hjá samtökunum og varð úr því keppni þeirra á milli hvor rétturinn væri bragðbetri. Engum fréttum fer af úrslitunum í þeirri keppni. Svo fór að þau Lilja og Nelson felldu hugi saman og gengu í hjónaband. Dóttir Nelsons og fósturdóttir Lilju Dóru Arndís Amína Vasta Silva, fædd 1995. Arndís Amína missti móður sína aðeins 11 ára og bjó upp frá því með Lilju og föður sínum. Lilja Dóra var skapmanneskja, rangt væri að halda öðru fram. Tilfinningar hennar voru sterkar og réttlætiskennd hennar viðbrugðið. Þegar henni var misboðið, þurfti það ekki að fara fram hjá neinum. En Lilja Dóra var líka andlega sinnuð og þótt hún teldist ekki trúuð í hefðbundinni merkingu. Hún gerði sér grein fyrir því að skaphöfn hennar gæti háð henni og lagði stund á innhverfa íhugun, núvitund og jóga til að efla andlegt jafnvægi sitt og slaka á. En í skapinu fólst líka lykillinn að árangri hennar og ástríðum. Hún var hamhleypa til vinnu og ekki bara fagmanneskja fram í fingurgóma, heldur ekki síður hugsjónamanneskja þegar kom að starfi hennar. Mannréttindi og ekki síst réttindi stúlkna og kvenna voru hennar hjartans mál, enda einsett hún sér að helga starfsæfina þeim málaflokki og óhætt að segja að hún hafi haft mikil áhrif til góðs í þeim efnum. Án nokkurs vafa standa margar afrískar stúlkur í mikilli þakkarskuld við elju og ástríðu Lilju Dóru varðandi menntun stúlkna og réttindi. Í fyrra dundi hins vegar reiðarslagið á. Lilja veiktist og var greind með krabbamein. Við tók ströng lyfja og geisla meðferð og virtist í fyrstu sem hún hefði borið árangur. En snemma á þessu ári tóku veikindin sig upp og ekki varð við neitt ráðið. Í gegnum allar þessar raunir heyrðist Lilja aldrei vorkenna sér eða kvarta. Fyrst varð hún reið eins og engan þarf að undra, en í glímu hennar við sjúkdóminn kom baráttu þrek hennar og lífsvilji glöggt fram. Þegar vinkonur hennar heimsóttu hana var ástandinu bölvað í 1 til 2 mínútur, en síðan var farið að ræða annað, því Lilja var alla tíð áhugasöm heimsmálin, samfélagið, menntun, menningu og listir og hvað eina annað, og gaman var að eiga við hana heimsbyggilegar samræður flest milli himins og jarðar. Lilja Dóra Kolbeinsdóttir lést á líknardeild Landspítalans 27. nóvember síðastliðinn, aðeins 48 ára að aldri. Í fyrra Korintubréfi segir Páll postuli að þekking okkar sé í molum. Hver ger það nær sanni en frammi fyrir dauðanum. Gegn honum mega þekking okkar og viska sín einskis, engar kenningar eða rök leiðslur fá stökkt honum á flótta, dauðanum getum við aðeins mætt með trú og von. Og vafið hlýjar minningar ljósi kærleikans í hjörtum okkar. Og víst að Lilja Dóra Kolbeinsdóttir skilur eftir sig urmul hlýrra minninga skemmtilega og orðheppna konu sem gjarnan var hrókur alls fagnaðar, konu sem kannski reytti ekki af sér brandara en laumaði þess í stað hnyttnum athugasemdum inn í spjallið sem glöddu og kættu viðstadda. Minninga greinda og skipulagða samstarfskonu sem nálgaðist verkefni sín af virðingu og næmni, minninga hugrakka og hreinskilna, menningarlega sinnaða og fróðleiksfúsa konu sem sárt verður saknað. Minninga sanna vinkonu sem lét fjarlægðin ekki setja strik í vinskapinn, heldur sýndi einstaka ræktarsemi og hélt stöðugu og góðu sambandi.
minninga gestristna og gjafmilda ástríðumannesku fyrir betri heimi, sem svo sannarlega lagði sitt af mörkum í hinni góðu baráttu. Minninga mannesku sem sannarlega var sæl að vinum. Ég hef verið beðin fyrir kveðjur, skólasyskin og samstarfsfólk frá Angóla, Pernille, Marianne, Ole, Ronny, Irene, Eija-Lísa og Mark senda kveðjur. Þau segja, Lilja, your beautiful soul, courage and leadership will be remembered and continue to spread light. Skólasyskin Lilju Dóru úr kennaraskólanum í Danmörku, þau Marta, Margrét Þóra, Margrét Björk, Sigríður Margrét og Stíp senda innilegar samúðarkveðjur. Sömuleiðis sendir Kristín Blín eða Stína innilegar samúðarkveðjur frá Danmörku. Fjölskylda Gunnars, bróður Lilju, getur ekki verið hér vegna ástandsins, en hún sendir innilegar samúðarkveðjur og fjölskylda Halldórs, föðurbróður Lilju, sendir kveðju og sömuleiðis Úlfhildur, föðursystir hennar og hennar fjölskylda. For Lilja Dóra's non-Icelandic speaking friends, I have been asked to give a short summary of this eulogy in English. Lilja Dóra was a remarkable person. It seems that wherever she went, and she traveled quite a bit in her lifetime, she met people that she made an impression on. She is mourned in Singapore, Mozambique, Uganda, Finland, and Denmark, amongst other places. Lilja was always surrounded by a strong group of friends, and it was no coincidence that this friendship remained and survived oceans and continents separating her from her friends. She nurtured and cared for this friendship with her words and actions, always supporting, always ready to give advice. Her friends in Iceland weren't surprised to receive a phone call from Mozambique, from Lilja Dóra, giving advice on which summer seminaries in Iceland would be ideal for their children. A vital part of the Christmas preparation of her friends in Iceland was to visit her mother to receive Christmas presents from Lilja Dóra, arranged and sent from Africa. When Lilja Dóra was in Iceland, there was always a feast with good food and good friends who enjoyed observing her and her husband Nelson in the kitchen, preparing tasty exotic meals, working seamlessly together as if in some carefully coordinated choreography. Lilja Dóra was truly blessed with friends, and she was also close to her family, her brother and his wife and their 4 children all living in Norway. Lilja Dóra had a big temper. It would be wrong to claim otherwise. She had strong feelings and an acute sense of justice, and she could be infuriated when her sense of justice was violated. But she was also spiritually inclined, although not religious in the conventional meaning of the word. She practiced yoga and meditation to strengthen her spiritual balance. But her temper was also the key to her success. Not only was she hardworking and professional when it came to her work, but also a passionate idealist. Human rights, especially the rights of women and girls, were close to her heart, and she dedicated her life's work to these issues. Many African girls owe their gratitude to her relentless passion for girls' education. Lilja Dóra was a strong person, as revealed by how she dealt with her illness. She would curse her fate for a couple of minutes and then start talking about current affairs, education, culture, art, or whatever had her interest at the moment. She died on November 26th, only 48 years old. Lilja Dóra leaves us with many fond memories of a funny woman who could always make you smile with a witty comment,
Memories of an intelligent and well-organized professional approaching her projects with sensitivity and respect. Memories of a generous and hospitable human being who fought for a better world and made an impact. God bless the memory of Lilja Dóra Kolbeinsdóttir. Guð blessi minningu Lilju Dóru Kolbeinsdóttur. Sofðu ástin mín, engar geta áhyggjur náð hér til þín. Í ró þér við hlið, gott svo ég bið að morgunin rís ekki of snemma. Bráðum mun þú fara mér frá, einar eftir verða allar minningarnar sem ég á, alltaf sem þú fékkst að sjá. Sjáðu hvað ég lýsist Findu hvað mér verður hlýtt. Enginn veit nema þá morgunin, þögnin og þú, hvað ég elska þig í nótt. Sofðu rótt, brátt birtir á ný. Enginn koma ástarljóð, orðum að því. Hve augun í þér og ást mín á þér, með skilning og einlægni mætast. Bráðum mun þú fara mér frá, einar eftir verða allar minningarnar sem ég á, alltaf sem þú fékkst að sjá. Sjáðu hvað ég lýsist og findu hvað mér verður hlýtt. Enginn veit nema þá morgunin, þögnin og þú, hvað ég elska þig í nótt. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Biðjum.
Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að vér studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Lilju Dóru Kolbeinsdóttur. Við felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dánum ró en hinum líkn sem lifa. Amen. Sjá þína, Guð Faðir sálu mína, því nú er komin nótt, ljósið lát mig dreyma og ljúfa engla geyma, öll börnin þín svo blundir rót. Drottinn blessi þig og varðveiti þig.
Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Þar sem þetta er bálför verður engin athöfn í garði að athöfnin hér í kirkjunni, lokinni. En þess í stað verður kistan borin út undir eftirspilinu. Hún verður lögð niður hér í anddyri kirkjunnar og kirkjugestir geta á leiðinu út gengið að kistunni, syngt yfir eða kvatt með sínum hætti. En þessari útfararathöfn er lokið. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn Jesú Krist.